Svo er það fyrirsögn númer 3. Hún er að vísi.is. Landlæknir sviptir Kalla Snæ lækningaleyfi. Þetta er áhugavert. Þetta gerist ekki oft. Læknar sviptir lækningaleyfi. Það ætti að gerast ef þeir eru að misnota til dæmis lyfseðla og dæla út einhverjum stórhættulegum lyfjum sem að valda. Það var nú maður hjá mér daginn í viðtali sem að sagði frá því að barsmóður hans sem að lést úr lyfjaeitrun, hún hefði fengið uppáskrifa fullt af lyfjum sem hún hafði ekkert með að gera. En þetta er ekki þannig dæmi. Þetta er ekkert slíkt. Þarna er læknir sviptur lækningaleyfi fyrir að gagnrýna COVID áherslur heilbrigðisyfirvalda. Og það segir hérna í bréfinu sem að Guðmundur Kalli Snæ skrifar, þar sem hann krefst tafarlausrar og ófrávíkjanlegrar íhlutunar umboðsmanns Alþingis vegna þessa. Þetta sé stórfelldar stjórnsýslulegar vanrækslu aðgerðir og ósannar meiðandi meðferðir af hálfu embættis landlæknis. Og ef ég lesi hérna þá er það sem er Kalla er sem sagt gefið að sök er að hafa ítrekað gert opinberar yfirlýsingar og sent erindi til stjórnvalda. Það er hræðilegt alveg. Og þessi erindi hafi grafið undan trausti og heilbrigðisþjónustu á nokkra gagna eða umfang eða áhrif. Þetta er sem sagt ef að traust fólks á heilbrigðisyfirvöldum fer þverrandi í kjölfar COVID-aðgerða, þá er best að hengja sendiboðan, skjóta sendiboðan sem að bendir á það Ekki stuttar vísindalegum grunni og óhæfileg afskipti misnotkun starfsheitisins vegna tæknilegra aðstoðar við óháðan aðila án sannaðara vísindalega vankanta. Þarna er væntanlega að vísa til þess að Guðmundur vildi og hjálpaði mörgum að fá Ivermectin í COVID-faraldrinum. Sem er núna bara, þú veist, á síðu. Það er orðið bara viðurkennt. Hvað er rátt við það þá? Ég veit ekki hvort ég hef sagt þess að sögu hérna áður, en þetta var nú í bara hátindi COVID-sins 2021. Þá fæðist okkur hjónum nýr brakandi ferskur sonur og Máni kom í heiminn, Máni Frostason, og eftir stutta legu á fæðingardeild Landspítalans þá fórum við heim og hvernig var þetta þurr? Mér minnir að það hefði strax komið í ljós að kona mín var með COVID. Hún var eitthvað slöpp og tók bara svona heimapróf og hún var með, það skilaði jákvæður COVID-smiti og þannig að við hringdum í hvað heitir þetta, sóttvarnateymið eða eitthvað og sögðum hvernig var, að við vorum bara basically að koma heim af fæðingardeildinni með nýfæddan dreng sem var bara 2-3 daga og við vorum með þetta svolítið í sjokki, þú veist, því að við vorum með nýfætt barn og það var búið að vera alls konar hræðslu áróður í gangi. Ekki nóg með það að við vorum með nýfætt barn, þá vorum við líka með eldri strákin okkar Loga sem var 5 ára, sem var í leikskóla fríi, af því að þetta var sumar. Þannig að við vorum öll fjölskyldan heima og hún með COVID og hún með barni og brjósti, þannig að við auðvitað hringjum og skumum til leiðbeiningum. Það kemur bara hersing af sjúkraliðum sem er alveg jákvætt, sem þýðir að heilbrigðiskerfið virkar. Þeir koma á 2 sjúkrabílum í hazmat göllum. Nei. Það var bara eins og að væru kjarnorku vísindamenn sem löppu með svona bara, við sáum ekkert þetta fólk, og voru bara í svona grímum og komuð inn til þess að taka prófa okkur öllum og það kom í ljós að litli drengurinn, 2 daga gamall, hann var líka með COVID. Og þannig að við erum öll sett í einangrun og ég man ekki alveg hvort að því ég var ekki með COVID eða hvort að ég átti að vera eitthvað annars staðar í íbúðinni eða eitthvað. Þetta var alveg mikið mál og við hringjum í Kalla, því ég þekki Kalla lækni og 5 mínútur síðar er hann mættur, kemur askvaðandi bara inn í stofuna, ekki í neinum varnarbúnaði, ekki með neina grímu eða neitt, sest bara niður og ég veit ekki hvort ég sé að koma honum illa við að segja frá þessu, en hann bjargaði okkur Ivermectin sem sagt og var að láta okkur hafa og ég hugsaði, það voru rétt áðan voru fulltrúar heilbrigðisyfirvalda í hazmat göllum og svo kemur þú bara inn með engan grímu eða neitt og hann sagði, mér er alveg sama, þú veist, ég er með Ivermectin og það sagði mér bara svo mikið það er eitthvað skrítið inn í gangi, hér er með lækni sem er búin að skoða gögnin
og hann er sannfærður að Ivermectin virkar eins og margar rannsóknir hafa sýnt. Það má ekki tala það og hann er alveg óhrættur við smit, þú veist, að því að hvað er í gangi, hugsaði ég. Og svo leið tíminn og upplýsingarnar sem kom í ljós í kjálfarið hafa bara meira og meira sýnt að Kalli hafði meira rétt fyrir sér heldur en heilbrigðisyfirvöld. Já. Og núna er búið að svipta hann læknaleyfi út af þessu og einnig fyrir tengsl sín við World Council for Health. Það hljómar mjög sinnistegt. Sem embætti landlæknis lýsir sem umdeildum og vísindalega óstuddum hópi án sönnunar á veikingu faglegra stöðunar. Okay. Og hann er sakaður að hafa miðlað óljósum fullyrðingum mRNA bóluefni og áhrif þeirra á lífheilsu. Þar með talið neikvæða vernd og umframdauðsfull á nokkura staðfestilega vísindalega gagna. Kalli mótmælir þessu þetta harðlega og segist vera með gögnin sem að hann hefur alltaf verið að vísa í haldbær gögn og hann segir einfaldlega ef að þessar fullyrðingar reynast ósannar og illa í grundvallar felur þetta í sér alvarlegt brot og 234. grein almennra hegningarlaga sem krefst tafarlausar athugunar. Og hann fer hann fram á að embætti umboðsmanns Alþingis hefji tafarlausa rannsókn þegar í stað á þessum stórfelldu stjórnsýslubrotum. Krefjist tafarlausar framlegningar gagna frá embætti landlæknis til fullsönnunar á öllum ofantöldum ásökunum og tryggja strax ógildingu sviptingarinnar þar til löguleg og gegnsæ málsmeðferð er staðfest og sönnuð. Þetta er skammalegt og alvarlegt brot á réttindum mínum sem lækni og borgara og ég þoli engan áframhaldandi óþolandi seinkunar. Ég krefst strax viðbragða frá umboðsmanni Alþingis eigi síðar en innan 48 klukkustunda. Ég veit ekki hvað hefur gerst síðan þá. Hver er heilbrigðisráðherra? Nú, það er Alma nokkur Möller. Heldur hún sé að fara að gera eitthvað í svisti miður? Enga veginn. Hún er ný fráfarandi landlæknir og styður auðvitað eftirmann sinn í einu og öllu. Já, og bara eins og sem var að manneskinni að sita allar þessar er ábyrg fyrir öllu því sem Kalli var að gagnrýna. Já, akkurat. Þannig að glætan að hún sé að vera enda að skoða þetta. En hvað, var þetta ekki einhver læknir hana sprautufíkillinn hana sem gekk á Facebook að drulli yfir alla gaurinn hana sem varst að taka sprautuna og voru geggjaðar? Já, einmitt. Er það læknir eða? Var ekki Jón Magnús, nei, hvað heit hann? Já, er ekki læknir eða? Jú. Meina, hvað var hann að? Hann var að útúða fólki, seima það, kalla alls konar nöfnum að því það var að segja að þetta var að koma frá stofunni. Já, og hann lapp hann. Hann var að drulli yfir alla sem voru að segja að það væri, eitthvað skaði á þessu sprautum. Það er búið að sanna það. Það væri áhugavert að okkur missir hann ekki lækningaleyfi sitt. Ef hann myndi vera sættur þessum þvingunum og missa lækningaleyfi. Kalla alla hálfvita fyrir að taka hestaormalif og ég meina hvar er, þetta er svo fárlegt. Já, núna er hægt að krefjast þess að landlæknir birti öll gögnum þetta mál því að Kalli Snæ það voru einhverjum fjölmiðlar eða einhverjum sem óskuðu eftir gögnum sem til að styðja þessa læknaleyfis sviptingu og þá svaraði landlæknir nei við getum ekki það á grundvelli persónuverndarlaga þá megum við ekki upplýsa persónuleg mál Kalla Snæ. Nei. Og Kalli Snær hefur gefið út umboð þar sem hann afsalar sér öllum persónuverndar það megi, hann segir ég Guðmundur Karl Snæbjörnsson læknir veiti hér með fullt og ótakmarkað leyfi til að aflétta öllum lagaatriðum persónuverndar sem gætu hindrað embætti landlæknis hér eftir nefnt ég tjá sig skriflega og veita aðgang að skjölum sem verða erindi mitt tengt undanfarna og sviptingu læknaleyfisins. Það ljómar eins og maður sem hafa ekkert að fela. Hann er ekkert að fela, akkurat, nákvæmlega. Og hann postaði gær síðast, hann ítrekkaði þessa beiðni til umboðsmanns Alþingis, þannig að það er ekki neitt búið að gerast ennþá í þessu. Núna er lag, núna ætlum við allavega á nútímanum klálega að fara óska eftir öllum þessum gögnum og fá að heyra almennilegan rökstuðning fyrir þessari sviptingu læknaleyfis Kalla. En þetta er held ég ágætis bara svona lóð á voðaskálunar að fá einhverja almennilega umræðu þetta COVID-rugl allt saman,
Hefur þessi gæi ekki komið til þinn í spjall? Jú. Það ekki málið að fá hann aftur. Aftur og aðeins að hella. Ég held það. Það er bara að gera kalla Snæ hérna í stúdíóið. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stutt brot úr Harmageddon. Við minnum á, það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe hérna á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengd þá ferðu inn á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.